Það ekki líklegt að við sjáum þetta gerast, en þarna búið að snúa hlutverkum á hvolf. Reiðhjól hræðast ekki hesta. En hestar geta hræðst til dæmis fólk á reiðhjólum, gangandi, skíðandi, hlaupandi og svo framvegis, svo ekki sé talað mótorhjól og bíla. Hestar eru flóttadýr. Það innbyggt í þá að flýja alla mögulega hættu sem getur virst okkur lítilvæg eða engin. Sjónsvið hestsins nánast allt kring. Því getur viðbragð hans verið óvænt og hættulegt. Verum ekki á reiðstígum nema á hesti og hestamaður skal ekki vera á sérmerktu stígum fyrir annars konar umferð. Notum gangstíga fyrir gönguferðir og skokk og eða hjólastíga fyrir hjólreiðar, ekki reiðstíga. Og gætum þess að breytast ekki í hættulegan smala þegar við erum úti að hlaupa. Á sameiginlegum stígum þarf sérstaka aðgæslu, sérstaklega þar sem hæð, beygja, gróður eða byggingar geta birt okkur sýn á mögulega aðra umferð. Leyfum hestinum að sjá okkur tímalega, komum honum ekki á óvart, honum getur brugðið. Snöggt viðbragð, vélarhljóð, hróp, flaut og fleira geta hrætt hestinn. Hestafólk þarf að geta varúðar í nálægð við hunda og ef við erum með hund, höfum að nálægt okkur og helst í taumi, ekki síst hundsins vegna. Greið. Þegar bíl eða öðru ökutæki ekki nálægt hesti eða hestum á ferð þarf ökumaður að muna að hesturinn getur hræðst stór eða smá tæki sem í hans augum geta verið ógnvekjandi. Auk þess getur grjótkast hrætt hestinn og jafnvel valdið slysi. Það því mikilvægt að ökumenn taki tillit til hesta á ferð, hægi ferðina og aki rólega framhjá, stoppi jafnvel og gæti þess að bíða eftir að hestarnir séu komnir vel framhjá áður en lagt aftur að stað. Eins þarf hestamaður að geta fyllstu varúðar og sýna tillitssemi. Setjum okkur í spor hvers annars. Við getum svo auðveldlega verið öll örugg og notið útivistarinnar saman.